Ég fann böggin hérna meðan að það var pása. Veit ekki reyndar hvað það er, en allavega lagfæringin var þessi. Þá get ég klikkað hérna á að ég hélt nefnilega ekki að ég hef bætt við source, en það var bara vitlaust vísað í þetta inn í dist-möppuna sem var til. Af því að index.js var, ég hugsanlega færði það í einhverju bríari í einhvern tímann, en hérna þetta var lagfæringin. Þannig að núna er sem sagt render deploymentið. Ef ég fer hérna categories, questions, category og HTML, bíð og svo hérna data og total. Þannig að núna er þetta komið. Þannig að núna ætti þessi vefþjónusta að virka á móti þessu deploy eða hér. Yes. Þannig að núna erum við komin í raun með, þannig ef að þið deployið eða þið notið þessa hérna, ég get bara haft það hérna með þessa hérna, þetta deployment hérna á render. Ég skal setja það í postin sem ég senda eftir. Þannig að ef þið eruð að byrja núna eða eruð hérna, voru ekki búin að deploya sínlausninni, þá getið deploya bara móti minni sínlausn sem ég sett inn þarna. Þannig að þá þurfum ekki að hugsa að þurfa að redda því líka ef þið eruð að fara að klára. Svo aftur, hýsingarparturinn af verkefninu er ekkert rosalega stór. Hann er í heildina 5%. Þannig að þetta er lítið mál, ef allt gengur eftir eins og ég sá. Ég var bara búm, og þetta tók mig bara einhverjar korter í raun frá því að byrja að setja upp í Vercel þannig að það var komið. En ef þið eru að lenda í einhverju, þið eru að brenna inn á tíma, munið bara, þetta er lítill partur af verkefninu. Ef þið eru jafnvel með hérna, þá eru þið hugsanlega þurfið ekki einu svona deploya þessu. Tumi eða Tómas verða kannski bara smá pissed af því að þá þurfum við að keyra þetta locally. En þú veist, what you gonna do? Þannig að hafið að huga. Þetta er alltaf verið í háskólanámi, þetta er taktískt. Finna út úr í hvaða kúrsar, inn í hvaða kúrsar þeir standa með vel í, hvaða kúrsar er bara að ná lágmarksengun, hvernig þú veist, þetta er tímastjórnun og taktískt háskólanám. Þetta getur verið fyrirlestur. Ok, þannig að þetta er þarna, og það sem við sáum síðan líka í bildinu á Vercel var þetta að það var búið til eitthvað svona static build þarna. Þannig að ef ég fer aðeins hérna og sýni ykkur, núna er ég komið með, hérna er ég með eitthvað frá því fyrra, hérna er ég komið með þetta og núna er ég bara komið með eitthvað voða fínt. Þá sjáum við líka hérna, þú veist, maður tekur ekkert eftir þessu, en tókuð þið samt eftir þessu. Ég lóti þessu, sjáu þið, þú veist, þetta er alveg svona, það er loading state núna og það er alveg virkilega úthugsað. Þegar þú veist, hún veit ekki hvað á að vera að gera hér, hún veit ekki í raun hvað á að vera hér, en það er bara svona shimmer UI og svo fer það inn, þannig að hæðin á viðmótinu er ekki að hoppa til. Það er svona helsta við góð loading UI er í raun að það er ekki svona, þú veist, villa, ekki villa, þú veist, loading state og þú veist svona jarring stuck. Ég er kannski tilbúin að íta á eitthvað, ég veit að eitthvað er að fara að birtast hér, en svo hnikar það niður þetta af því að eitthvað gerðist. Oft tímur ræðir maður ekki við þetta allt, en þetta er alveg svona ótrúlega nice loading UI. Og hugsanlega myndi eitthvað gera, það er alveg, ef að það væri einhver villa sem kæmi upp í Vercel, þá þurfum við að veðja að hérna myndi koma einhver svona mjög catered error viðmót bara fyrir þennan kupp hér. En hérna getum við farið og við getum farið í þessi build logs og við getum farið hérna og við getum sagt hérna og þá er þetta static build, pre-rendered as static content. Ég hef ekki alveg tími í það núna en ég ætla að tala um það aðeins í sambandi við það sem við ætlum að gera í næsta tíma og í verkefni 5. Svo er bara eitthvað hérna, svo kemur eitthvað deployment og svo erum við með logs hérna. Þannig að hérna sé ég í raun hvað ég var að kíkja á þetta, þannig að ég get séð, hún geymir bara í maximum 1 klukkutíma fyrir mig því ég er bara á fría accountinum. Þá sé ég hérna þetta er bara allir þeirra aðilar sem hafa komið og farið inn á þennan vef minn. Síðan get ég farið í
aftur í þetta. Ég get farið hérna hvar integrations. Ég get farið í þetta marketplace sem við skoðum aðeins með Redis og þetta. Ég geti sett til dæmis Neon upp í gegnum þetta, þannig að þá var ég ekki með 2 aðganga. Ég væri bara með Vercel aðgangi minn og tengdan við hann væri ég með Neon aðgangi minn. Eða Redis, eða þetta, eða hitt. Þannig hérna sjáum við fullt af einhverju. Eitt af því, já, ég ætla að fara hérna í Analytics. Logging ætla ég að fara í. Og þá get ég farið hér, en ég hef ekki aðgang að þessu út af því þetta bara fyrir Pro og Enterprise akkánta. En þú veist, ég nota mikið hérna Axiom sem rosalega næs til þess að halda utan logga og setja monitoring. Þannig að til dæmis, ef ég væri núna búinn að setja upp þennan vef minn og ég setja hann bara í gang og ég fer bara heim og svo gerist eitthvað. Hann hættir að virka. Ég bara heima alltaf kvöldmat og horfa sjónvarpið og chilla. Og það bara fólk að fara inn á vefinn minn og hann bilaður, sem sökkar. En ég gæti í raun verið í Axiom og sagt ef að það koma upp 500 villur eða það koma upp óeðlilega mikið af 404 villum. Það sem að ég segi óeðlilega mikið þær eru fleiri en 5 á 5 mínútna tímabili. Þá vil ég að það sé sendt SMS til mín, það sé sendur e-mail, það sé gert Slack, þú veist, sett inn á Slack-rás, það sé sett inn á Teams, það sé gert þetta eða hitt. Og þá get ég búið til svona mónitora sem að bregðast við logging hjá mér. Þá get ég bara sagt líka, ef það kemur bara upp þessi hérna logging, ég er búinn að skilgreina að það logging hjá mér sem segir bara vill að við að tengjast vefþjón eða vefþjónustu. Bara ef það kemur upp þá er þetta strax fá ping. Þannig að það er bara sensitivity er bara 1 event á þessu stað. Af því ég veit bara að þá er eitthvað að. Og þá get ég verið heima að borða elda kvöldmat og gera og ég get sagt hérna, ok, ég veit að þetta er alltaf í lagi, þetta er örugglega að reddast. Svo dettur mónitorinn niður, þetta er fínt. Eða ok, og þá næ ég tölvuna og kíki og segi, ok, smá böggur, lagan. Eða bara lagan á morgun. Þá veit ég alltaf hvað er í gangi og ég tek upplýst ákvörðun og það er ekki að koma mér á óvart að eitthvað er bara búið að vera í ruglinu. Síðan bara ég fór heim í vinnunni í gær, sem er mjög eðalt. Eða einhver hringi í mig og segi, það er bara allt niðri. Og ég bara, nei. Þannig að, þú veist, þá getur maður búið sér til svona smá peace of mind með að vita bara, ég er búinn að setja monitoring. Það bara virkar þangað til að ég fatta að ég setja ekki bara rétt. Já, þannig að hér er mjög mikið hægt að gera og svo getum við líka verið með, sjá, hérna, ég er búinn að setja upp eitthvað domain og þá getum ég farið og ég ætla að bæta okkur í domaini og ég ætla að setja bara upp spurningar.is og ég ætla bara að bæta því við svona bara automatically hérna nei, ég er ekki að fara klátur og þá segir hún hérna bara eitthvað heyrðu, þetta er ekki í lagi þegar núna, ég á ekki spurningar.is ég veit ekki eins og hvort það sé til það er til, skemmtilegur spurningarleikur það skiptir engu máli ég get alveg sagt að ég eigi það og Vercel er bara eitthvað, ok, cool breyttu þá nafnaþjónunum þannig að A-fæslan vísi svona og C-name-fæslan vísi svona þá þarf ég bara að breyta þessu og ég get eingöngu breytt þessu ef að ég hef farið inn á isnik.is ég á spurningar.is og ég get, já ok ég hef aðgang að þessu þá get ég eingöngu breytt þessum upplýsingum til þess að gera þetta en ég á hins vegar ólafsverrir.is þannig ég get loggað mig hérna en ég ætla að gera það í næsta tíma ég ætla að setja upp þannig ég setja upp þetta til enda þó að sé bara eitthvað lélegt á þessu líklegast þessu verkefni þá sjáum við bara hversu flókið en samt mjög einfalt það er að setja upp sitt eigið lén ok, við höfum nokkra mínútur og ég ætla bara að stoppa þetta hérna núna og fara sér yfir í bara til að setja sérstaklega fyrir verkefni 5